Það komið sæl, þátturinn Reynsluboltar að leggja stað. Ég heiti Sigurjón Magnús Egilsson og ég með góða gesti. Það Viðar Eggertsson, leikari og leikstjóri með meiru, Árni Hjartarson, jarðfræðingur og Kristín Ásgeirsdóttir sem er sagnfræðingur og fyrrverandi þingmaður. Þér svolítið mikið niðri fyrir út af samkomu í New York. Já, sko við vorum nú að halda upp á 8. mars, núna síðastliðinn laugardag og það var mjög mikið í gangi hérna í Reykjavík. Já. Ég veit ekki, það var út á landi líka. Já. Og það var verið að setja af stað mikla herferð UN Women, sem má sjá hér, March Forward. Já. Við viljum áfram, við viljum betra samfélag, ekki fara aftur á bak eins og blasin og við svo víða í heiminum. Já. Og það var nú ánægjulegt að hluti af deginu var nú helgaður friði og veitir nú ekki af. Það var friðarganga og fundur og síðan voru leikkonur með sérstakar dagskrá í Fríkirkjunni, þar sem það lásu ljóð sem tengdust friði. En síðan, sem sagt, á mánudaginn, núna á mánudaginn, þá hófst hinn árlegi fundur kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna, sem skamast af CSW, the Commission on the Status of Women, sem mjög gömul nefnd hjá Sameinuðu þjóðanum. Og þetta mjög mikil fundur núna vegna þess að það eru 50 ár liðin frá kvennaári Sameinuðu þjóðanna, 50 ár líka frá fyrsta kvennafrídeginu eða fyrsta kvennaverkfallinu. Og mörg afmæli, það líka hérna 30, það er 25 frá því að Sameinuðu þjóðirnar samþyktu ályktun konum frið og öryggi og 30 ár frá kvennaráðstefnunni í Kína og þeim merka sáttmála sem þar var samþyktur sem að vel að merkja enginn hefur þorað að opna umræðu þennan sáttmála vegna þess að frá 1995 að þá hefur bara þróunin í heiminum verið þannig að alls konar íhaldsöfl sem þessi, svona, hvað ég var að segja, þessi hörðu múslimaríki og bandaríkin sveiflast svona, sitt á hvað eftir því hver situr það í stjórn og þetta á við fleiri ríki, til dæmis í Suður-Ameríku, sem að leggjast gegn réttindum kvenna og kaþólska kirkjan er þar líka fremst í flokki. Vatíkanið, svo furðulegt Vatíkanið hefur situr í Sameinuðu þjóðunum og hefur atkvæðisrétt og best þar gegn svona öllum mjög mikið gegn breytingu sem snerta hag kvenna og sérstaklega öllu því sem að snýra kynheilbrigði sem snýst barneignir, getnaðarvarnir og bara rétt kvenna til þess að ráða yfir eigin líkama. Og í gær var Ísland með hérna viðburð, svona, þetta er mikil dagskrá þarna og alls konar, þetta kallaði hliðarviðburðir, alls konar dagskrá í gangi og þar var verið að fara yfir það sem hefur gerst í svona jafnréttismáli hér á Íslandi. Því að þó enn sé mikið verk að vinna, þá erum við nú samt svona ákveðin fyrirmynd og höfum staðið okkur vel að mörgu leyti. Og verðum auðvitað að gera það áfram. Það er óskaplega mikilvægt á þessum tímum að það sé fólk sem að talar fyrir jafnrétti, jöfnuð og frið í heiminum því að þær raddir heyrast nú varla. Þannig að það er nú hægt að fylgjast með þessu á netinu ef að fólk vill. Þessi viðburður í gær frá Íslandi, hverjir stóðu fyrir honum? Það var sem sagt sameiginlegu fundur, það er svo kallað kvennaársnefnd, það eru mörg samtök, mjög breiður hópur samtaka sem að stendur að þessu kvennaári sem að nú stendur yfir og síðan ríkisstjórnin og þarna var hún Þorbjörg Gunnlaugsdóttir, Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, sem að þegar er búin að setja í gang vinnu í sambandi við ofbeldismálin.
Það reyndar sko urðu þær breytingar með þessari nýju ríkisstjórn að mér skilst að mannréttindamál og jafnréttismál færður úr forsætisráðuneytinu yfir í dómsmálaráðuneytinu. Þeir voru reyndar áður komin í félagsmálaráðuneytinu því að Bjarni nokkur Benediktsson, hann hafði ekki mikinn áhuga á þeim málum. Það var að því hann ýttiði frá sig þegar hann var þannig að þau voru komin yfir í félagsmálaráðuneytið en fóru núna yfir í dómsmálaráðuneytið sem er Þorbjörg Sigríður er komin með þennan málaflokk. Besta mál. Já, það var semst hún og síðan voru þeir þær Tatjana Latinovic, formaður Kvenréttindafélagsins og Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB sem fluttu þarna. Tölur. Já. En fyrir 50 árum á hverna árinu, eða hverna verkfallinu eins og ég kýst nú að kalla það eins og Vilborg Dagbjörns vildi gera hérna forðum, en íhaldskonurnar sömdum að þetta yrði bara kvenna frí. En við sem vitum betur, við kallum þetta kvennaverkfall sem var 1975. Var það ekki alþjóðlegt árið líka kvenna? Jú, 75, það er kvenna árið. Já, fyrir 50 árum síðan. Fyrir 50 árum síðan. Og það sem er svona ákveðin miskilningur, það eru sumir sem halda sko að 24. október sé einhver alþjóðlegur baráttudagur kvenna, en það er dagur Sameinuðu þjóðanna. Og það var þess vegna sem að Sameinuðu þjóðanna hafði gert þetta árið kvenna. Já, sem að hérna var þess vegna sem að fundurinn var haldinn á degi Sameinuðu þjóðanna. Það var svona verið að tengja þetta saman. En það var líka mjög margt annað sem gerðist á þessu ári. Til dæmis saumastofan, fellabendingar, sem var frumsýnt og sýningar. Þú veist hvað, sko, akkur saumastofa var til? Hún var til vegna þess að Vigdís Finnbogadóttir, þáverandi leikhússtjóri Leikfélags Reykjavíkur, hafði ákveðið að setja á svið þingkonurnar. Eftir Aristófanes, gamlan grískan skemmtunarleik þingkonur og honum var fengið þetta verkefni honum Kjartani Ragnarsinni að setja þetta á svið en þá bara lagðist hann í skriftir og mælti bara með nýtt handrit til saumastofan og þá bara skúpaðist þingkonurnar burt. Saumastofan sló náttúrulega algjörlega í gegn. Hún var semst eitt af því sem gerðist þarna á þessu ári, það voru sýningar og það sem er mjög skemmtilegt núna, það var semst ákveðið að lýsa þetta ár, 2025, kvenna ár á Íslandi og þetta er bara á Íslandi og að það er bara að spretta upp viðburðir hér og þar og allstaðar. Það var til dæmis verið að opna daginn sýning á Kjarvalsstöðum sem heitir Olga. Það sem eru myndlistakonur sem voru komið fram á svona 8. og 9. áratugnum og þetta er bara tilviljun sko. Það var að ljúka verkefni þarna hjá Listasafni Reykjavíkur og svo var líka verið að opna sýningu í Hafnarhúsinu. Það sem er verið að sýna sko, listaverk eftir konur sem hafa verið keypt nýlega. Þetta er bara tilviljanir sko. og eins það var hugvísindaþing núna líka síðustu helgi og þar voru málstofur sem voru svona tilengaðar kvennaárinu þannig að það er allt mögulegt að gerast. En þú varst að koma frá, nú teki ég við stjórnþáttarins, en þú varst að koma frá Bandaríkjunum, varstu bara komið? Nei, varst ekki þarna? Nei. Varstu bara að fylgjast með þessu á netinu? Já, ég var að horfa á þetta á netinu. Já, við búum í svo litlum heimum. Já, margsinnis. Maður þarf lengur að ferðast neitt, maður bara verður vitnað öllum mögulegu bara heima hjá sér. Vistu það, að það var bara töluverð umræða þarna fyrir áður en þetta er stór hópur sko Íslendinga sem er þarna aðalega konur, það eru karlar líka og það var bara umræða þau svona frá sendiráðinu í New York, þau voru bara spurður sko, er þetta öruggt og bara sko eitthvað sem tengist trans, það nú verið í fréttum transkona sem bara þorir ekki fyrir sitt litla líf að fara til Bandaríkjanna. Hún hefði sennilega ekki fengið vísa. Já, og kannski lendi í alls konar erfiðleikum og jafnvel fangilsi og... Já, fólk náttúrulega bara tekur ekki. Þetta er svo ótrúlegt ástand. En hvað var verið að spyrja íslenska sendiráðsfólkið um? Nei, bara hvort það væri örugt. Hvað væri örugt? Að vera í Íslandi? Já, að koma til Bandaríkjanna. Já, koma til Bandaríkjanna. Já, bara hvernig er ástandið, hvernig er þetta þarna á landamærunum, sko? Það er ósköp skiljanlegt að, ég meina það eru mikil ólga í heiminum núna og þessi uppsveifla hægri afla og öfga hægri stefnu og alls konar
falsfréttir sem að vaða úr gagnaversmiðjum frá Rússlandi sem eru til þess að hræra í hugmyndaheimi venjulegs fólks, að það óbúslega mikið í gangi og sérstaklega líka eftir að þeir hafa verið að komast í valda hver á fætur öðrum sem eru svona öfgakendir í skoðunum. Maður segir einu sögu að fá vísa til Bandaríkjanna. Það var hérna þegar Jóhann Hjartarson var að tefla móti Cosno í hérna St. John og Sigurðsson, blaðamaður og devaf, hann átt að fara og hann hafði verið á Þjóðviljónum lengi. Hann fekk ekki vísa til Bandaríkjanna og þetta var alltaf verið seinan eins og alltaf nema þá var Steingrúmur Hermannsson utanríkisráðherra og Sigurður hringi til hans og hvað að? Og hann Sigurður segir farið sín ekki þetta, bara ég að fara í flug til millilendi New York og fara svo til St. John. Já, býttu aðeins, ég skal hringi í þá. Svo kom símtal frá bandaríska sendiráðinu og ringdi Sigurður að vísa tilbúið. Já. En þú, Kristín, þú varst, á þessum saman tíma, varst þú ekki blaðamaður á Þjóðviljanum? Jú, jú. Og jafnvel á þessum tíma sem Sigurður að tala um. Nei, þá var Sigurður komið, Sigurður var blaðamaður á Þjóðviljanum. Leið og þú. Já, það var 1980. Svo þetta veit ég. Ég er nefnilega reynslubolti. Ég er að reyna að sanna það í heimilisum þætti. En það er einn þetta í hópnum sem hefur ekki sést að heista, það er Árni Hjartarson, jarðfræðingur. Ekkert komið inn á jarðfræðileg mál, sko. Er þú nógu gamall til að vera þér? Já, ég veit það ekki. Jú, þú sleppur róleg. Það er ekki að falsa passa í þetta. Nei. En hvað með jarðfræðing? Er það býð eftir fréttum úr Reykjanesi? Nei, er ekki að býða eftir einu fréttum. Það horfir bara á þessa þróun verða og það áttir að verða eitt gos eða 2 viðbót. Og maður sér þetta bara úr stofugluganni hjá sér. Þannig að maður þarf ekki að, leta bara en svo eru fleiri svæði á landinu. Já. Getur nú ýmist spennandi gert. Já, þetta er... Lefum mér að vera með eitthvað. Fleiri fræði. Ég veit svo mikið hvað hennar er Jafnvel Bláfjörð. Hvað er ekki allir jarðfræðingar sem er að vinna í kringum jarðhræringar? Nei. Það er bara lítið brot, sko. Og ég hef nú svona almennt séð látið mér eða látið þetta fara fram hjá mér, sko. Svona eldvirknina nú með skosti á síðari árum. Þannig ég hef meira gaman að því að spá í eldvirkni fyrr á öldum. Já. Hellar, þú ert það mikið. Þú ert hellar sérfræðingur. Já. Og við erum alltaf að finna nýja hella, eða ekki nýja, við erum að finna... Já, það hafa fundist alveg ótrúlega margir hellar sko á síðustu áratugum, sko. Það er síðan að Hellarrannsóknarfélagið var stofnað fyrir kannski 30-40 árum, að þá hafa mörg hundruð hellar fundist. En kemur þetta ekki fram í skriflegum heimildum eins og jarðabókinni þarna frá 1703 eða... Hvað þá? Að þessir hellar hafi verið... með bæina? Nei, það kemur mjög lítið fram. Já, þetta voru mikið fjárgeymslur. Þá þú hugsa manngerðu hellana. Já, ég er að hugsa, það er svona... Já, þú ert að tala náttúrulega... Já, ég skoði hvort tvekja. Þannig að það þurfti bara sérstakt félag til þess að þetta uppfættaðist allt bara Pandorubóksi, bara opnaðist hella Pandorubóksi. Í þessu tilfelli var það þannig. Það er að leita. Leita og þér munu finna. Já, leita með ákveðna þekkingu í bakgrunninum, þá finnast hlutirnir. Já. Og margir stórir. Já, það fundist bæði stór og smáar hellar, sko. Já. Hver er uppáhaldshellirinn? Hver er uppáhaldshellirinn minn? Já, það verður nú bara sama svarið eins og hjá kannski öllum þegar það er Surtshellir, sko. Hann er merkastur, stærstur og merkastur sögu. Fyrir norðan, sko, sem er bara í felum, sko, lokaðir, bara lokað. Já, sem búið að finna þeista reiki og það. Hvað er þetta? Dropasteinar? Já, fólk brýtur þetta. Það er eyðileggur. Fólk þarf að eigna svoleiðis.
það kemur inn í endilega, sko. Eyðileggur hellana. Það er ekki einn túsa hver og einn. Og svo komaðum við bara 100.000 eða miljónir. Rosaleg eyðilegging þegar heilu hellarnir verið eyðilagðir. Já, þannig hreinsaðir út af öllum. Það er ekki þess vegna sem eru lokaðir, einmitt. Jú, bara verið á fyrir þjófnar og skemmtum. Mannskepnan er svo leiðinlega stundum. En ég kom ekki hérna í þáttum býstíði til að tala hella. Þegar maður ræður landsins gagn og nauðsynjar, þá datt mér í huga að ég hefði nú kannski mest til málun að leggja í sambandi við hermálin og Já, við erum rétt að renna af stað, sko. Já, nú erum við erum ennþá í höfninu, en í farni frá Bryggju, sko, þannig að það er bara hérna. Já, sko, ég var að byrja því, skemmtilega manni, Donald Trump, sem að eins og við að sagði nú hérna á hann, að maður veist ekki, ef þú segir eitthvað núna, það getur verið gjörbreytt eftir bara smástund. Já, þetta er svona smá viðvörun til árunda. Þessi þáttur er tekin upp á 3. tímanum, miðvikudaginn 12. mars 2025. Við berum ekki ábyrgð á því að heimsmálin hafi ekki gjörbreyst eftir að við höfum lokað munninum hér. Það er Þannig að það verður að hafa það í huga ef þið horfið á þáttil seinna að þetta er kannski allt úrelt sem hér er sagt. Heimsmálin. En það sem við höfum sagt kvennarastöfnum og kvennárið, það er meira og minna rétt. En þá höfum við í það, gangandi mál, það er Trump. Þetta er rosaleg sending sem við fáum frá Bandaríkjunum. Já, en kannski ekki óvænt. En voru búin að fá fórsmerkina þessu. Núna en hann var í fyrir tíma. Hann er bara hann er betur undirbúinn og búin að undirbúa hérna líka allt baklandi sitt. Hefur flokkin algjörlega með sér, þið virðist. Og við fengum fórsmerkina þessu á fyrrakjörtímabilinu og hann er alveg í sama takti en bara svona öruggari með sig og líka einhvern veginn ákveðnari í því að gefa algjörlega skít í allt sem heitir svona lýðræðisleg gildi og byggir líka sitt sína stjórn og helstu með reiðarsveina þannig upp það er fólk sem að það er stór auðvaldið í heiminum og það er það sem að núna ræður algjörlega för hjá honum. Sko, hann svona gróari heldur hann var en hann er líka hann fer svo við, snertir svo mörg lönd og marga þjóðir núna. Hann er að hóta tollum, hann er að setja 50% lækna í 25 og kollakolli og þannig að það er óvissa svo víða í heiminum að Bandaríkin eru bara það stór. Hann er að skapa óróa, það er það sem hann er að gera, sko. Það er aðferðin. Það er taktikinn. Það er hann stjórnar stíl, sko. En það sem meira er að það er líka órói innan Bandaríkjana því að þessi gjörningar hans varðandi tolla eru líka að hafa áhrif innanlands í neikvæða átt, þannig að það er líka að falla, dollarinn er að falla og hann vil meina að sé bara tímabundið en við höfum eftir að sjá hvernig þau mál þróast því að þetta getur ekki, þó hann segist og hafa komið fram fyrir litla mannin, það er að segja þá sem búðu atvinnulaus í iðnaðarborgunum þar sem bílaiðnaðurinn hefur verið mikill en dregið saman stáliðnaðurinn og svo framvegis að þar er aftur á móti hætta á að þetta tollastríð hans muni jafnvel einmitt bitna á þessum sömu aðilum því að hann er fyrst og fremst milljarðamæringur. Hann er ekki maður litlamannsins. En þessar gagnrýnisraddir í Bandaríkjunum, hann finnst það alveg ótrúlega lágvarar og máttlausar og ráða ekkert við þennan ofsa sem að er í raun og veru í gangi hjá Trump og hans mönnum og sem var reyndar menn voru virðist að vera furðulega undir þetta búnir lítið undir þetta búnir að hann tæki
við og framfylgdi þeirri stefnu sem að var búin að boða, sko. Og svo eru áhrif hans víðar í heiminum, eins og við tölum núna. Það voru kosningar í gær á Grænlandi og það er búið að fylgjast mjög grannt með þeim kosningum út af því sem að Trump hefur verið að láta út úr sér varðandi Grænland. En svo bætti vissi fylgi sem að eru jákvæða hvort. Já, en þá skulum við líka horfa til þess að þessi flokkur sem að hlindastur Trump og hafði líka áhrif á fleiri flokka, þannig að þeir flokkar sem voru ríkisstjórn sem að voru hófstilltari að þeir voru að tapa fylgi. En þarna þurfum við líka að horfa til þess að kjósendur eru líka að senda skilaboð til Danmerkur. Þeir eru líka að láta vita að því að þeir séu og gætu snúist á sveif með einhverjum öðrum og þannig að þetta er líka skilaboð til Danmerkur sem er að senda. Þetta er kannski ekki endilega skilaboð til Trumps. Það er meira sjálfstæðismálin og að staða Grænlendinga hugsanlega efnahagslega getur verið betri en Danir hafa vilja láta vera út af auðlindum sem þar er og við vitum að Trump er fyrst og fremst að sækjast eftir auðlindum fyrir utan hernaðarlegt mikilvægi Grænlands og staðsetningu þess. Það er svona óljóst hvað það er, sko, sem að gera þetta verkum að hann vill eignast Grænland. Þeir hafa hingað til geta haft nánast alla sína hendi sem á Grænlandi. Hernaðarlega og þeir hafa lítið sóst eftir auðlindu þar en sem komið er. Þeir hafa heldur ekki, ef þeir sýndu þeim auðlindum áhuga, þá er ég alveg örgur það að Danir væru til samninga reiðbúnir og Grænlendingar. Kínverjarnir, þeir voru að seilast eftir einmitt þessum hlutum fyrir 2-3 árum eða 4 og voru komnir að stað með einhverja samninga en það var nú kipt í spottana, sko, og þannig að það varð ekki úr því. En þannig að það er erfitt að sjá hvaða er annað heldur en bara það að þenja Bandaríkin út yfir, þetta er ekki Grænlandi 1, það er Kanada með. Það er mjög auðvelt að kaupa Grænland að því ekki þegar þú sveiflar seðlabúndum framan í hvern einstakling. Það er nú ekki stór fjöldi, þetta er ekki íbúafjöldi, það er nú ekki hár í Grænlandi, þannig að ef þú ert með digurt seðlabúnd fyrir hvern og einn þá er það freistandi. Já, maður þarf að tala mitt í sjónvarpinu í gær við. Og þannig að ég held að Trump sé að meina það þegar hann segir að ég mun einn dag ég eignast Grænland. Þetta var ábyggilegt að kosta heilmikil átök, sko, í Grænlandi, sko, hvað ef hann heldur þessu áfram, sko, en þið sjáu það, sko, það er Grænland, það er Kanada, það er Mexíkó, þetta eru svona nágranna svæðin sem er verið að ógna og hóta og svo á móti Evrópa til að halda henni á móttinni. En það sem hefur náttúrulega komið í ljós, þetta er það hversu mörg ríki, sko, eru háð Bandaríkjunum á svo margvíslegan hátt. Og til dæmis þetta með Panama, sko, það var nú eitt, við þurfum að eignast Panama-skurðinn. Þeir bara rökku okkur allt of mikið, sko, og þeir lippuðust niður bara eins og semdu bara á. Og svo er Panama orðin svona miðstöð fyrir fólk sem er verið að reka út úr Bandaríkjunum. Það er meðal konur frá Afganistan, alveg, sko, hrikalegt. Og svo finnst mér nú, sko, auðvitað er þetta Úkrænumál, sko, það er þvílíkar, sko, aðferðir, því kúgun, þetta er svo mikil ógeðsleg kúgun, kúgunar aðferðir sem er verið að beita, en svo er, sko, Gaza, hvað mun gerast þar? Trump-sólastöndin Gaza. Hvað mun gerast þar, sko? Bara síni hvað hann getur gengið langt í því að vera ósvíðin, sko. Ósmekklegt. Og þessi blóðu velli, sko. Þá sér hann bara fyrir sér einhverja, sko, lista líf þarna bara. Og þjóðflutningar á fólk sem, sko, hefur engan, sko, skilningu eða samúð með öðru fólki og þetta kallar sér kristið. Já, þetta finnst mér einmitt mjög að þegar þú segir orðið samúð og þá man ég nú eftir orðinu samlíðanin með manneskjunni sem að minnir að hafa verið setning
í sjálfstæðu fólki var samlíðinin með Ástu Sóllilju. Að þetta orð raun og veru bara íslenska þýðingina á þeirinu hræðilega orði woke. Það hafa samlíður með einhverjum og það að takast núna að gera það að skammaryrði, að hafa samlíðan með öðru fólki. Og það kallað woke, sem alltaf kjarni kristindómsins. Samlíðan og kjarni kristindómsins frá Guðs eigin landi og þar búið að mjög röðum hætti að gera þetta skammaryrði, að hafa samlíðun með einhverju sem má sín minna. Já, ég held nú reyndar þessi einmitt gasadæmið og framferðið Ísraelsmanna var, þetta hefur grafið meira undan siðferðiskennd og virðingu fyrir lögum og reglu og alþjóða mannréttindum heldur en flest annað sem við gerst núna á síðari árum. Já, Trump búin að segja sér frá mannréttinda Sameinuðu þjóðanna og heilbrigðisstofnuninni og tala um alþjóðadómstólnum og öllu þessu sem verið að verja sem minna másinn undan ofur orkið þeirra sem eru sterkari en það bara tími hennar sterku komin. Við erum að upplifa bara sama aðdragand og varð í Evrópu fyrir síðari heimsstyrjöld. Já, og maður bara stýntrættur hvort maður lífi það að það takist að hrinda af stað einhverjir heimsstyrjöld átökum sem munu það berast hér og víðan. Ég var á fundi með konum út af allt öðrum málum en þarna voru konur sem hafa meðan einn sem var nú að hætta hjá Sameinuðu þjóðunum og það bara verið að rústa Sameinuðu þjóðunum því að það kom ekki lengur peningar frá Bandaríkjunum ekki í hinnar ýmsu stofnanir og þeir ekki fyrir launum. Nei. Það bara verið að ekki svo mikið á konum að vinna það líka? Já, það er nú meira kvöldum. Það? Í þessum stofnum? Já, og á góðum launum. En afleiðingarnar að svolítið saman meðal annars þær að nú erum við að fara að breyta nafninu á utanríkisráðuneytinu. Það bara utanríkis- og varnarmálaráðuneyti. Eðlilega. Og þá erum við bara að taka þetta upp. Það verðum við konum með varnarmálaráðherra og vopnaframleiðslan í heiminum það ábyggilega margfaldast á síðustu árum. Já, nú það bara orðið og núna með bíða við færibandi núna. Þetta færistu fyrirtæki á markaði bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. En þetta varnarheiti ekki síst út af því að nú þurfum við að fara að verjast árásum og innviði til dæmis í landhelginni og eins og sæstrengjum og vefum. Þannig að þetta bara reynlega verið í samskipti við aðra þjóðir þá ef þetta nafni komið á ráðuneyti þá þetta að segja jú, við erum að vinna og það okkar brýnustu mál. Þetta nýtt fyrir okkur. Við erum taka þátt í vopnaframleiðslu, vopnakaupum. En við erum ekki að stofna hér og við erum aftur á móti að fara að efla þær varnir sem við þurfum á þessu viðkvæma kerfi sem bara samfélag okkar byggir á sem í gegnum sælstrengi og í hvers vegna þetta? Það ekki út af þessu róla og fylgir Donald Trump? Ég heldur raun og veru að þetta sé nú svona hystería sem að mann hafa blásið alltaf mikið upp þessar það hafi verið gerðar árásir og sæstrengi undanfarið. Já, menn það hafa skemmst sæstrengir, og það hefur eins og verið erfiðar að sína fram á hvort það var slys eða ekki. Já, þú ert á að vitna í íslenska skipið sem rakst í vatnsleiðsluna til Vestmannaeyja. Horfi á Kristínu Vestmannaeyja. Það voru Íslendingar sem gerðu það. Og svo í sambandi við notkunna á svona varnar, að þetta allt orðið varnar og öryggismál sem lítur að hernaði. Og þannig að ég myndi nú vilja frekar kalla það ef að fara að breyta nafninu á utanríkisráðuneytinu ef að þetta bara heita hermálaráðuneyti
og við þurfum að vera með hermálar ráðherra miklu frekar heldur inn. Já, við höfum náttúrulega engan hér, sko. Sömar eftir fötuna og viðkomandi. Ekki bellin. En það sem er náttúrulega svo alvarlegt í þessu öllu, sko, þetta umræðan hún gengur öll út á hervæðingu og varnir, en ekki frið. Ekki, sko, það er hvernig hægt er og það er auðvitað, sko, vopnaframleiðendur sem að náttúrulega bara, sko, eru veisluhöldum yfir þessu. Þetta er náttúrulega mjög í þágu, sko, vopnaframleiðendur sem að reynda stýra heiminum meira og minna. Þeir verða að hafa stríð einhvers staðar. Þeirra ógnir búa til þessar varnir. Já. Þessi varnarviðbrögð er út af ógn þeirra sem eru sko, vopnin. þetta er auðvitað mjög flókið, sko, af því að sko, maður veit ekki til dæmis hvað, sko, rússarnir eru að plana og hugsa sér, sko, eru þeir með áætlanir að ná tilbaka, sko, Sovétríkjunum. Þeir hafa verið að planta svona sínu fólki þarna í ríkjónum og það er alveg staðrenda að fólki í Eystrasaltslöndunum er skítrætt. Er skítrætt, sko. Við erum að sjá svo þróun í Ungverjalandi og Serbíu og náttúrulega þessi innrás í Úkraínu. Þeir virtust halda að þeir getu tekið Úkraínu bara eiginlega á nóinu og verið tekið fagnandi. Það sem þeir ætlaðu að gera var það að þeir ætlaðu að leika eftir leik Bandaríkjamanna í Írak. Að fara, þeir komið frá Bandaríkjamenn fóru bara og réðust inn og Bretar og tóku bara Bagdad og steyptu stjórninni og settu nýja bara sinn landstjóra og þetta var módelið sem að rússarnir ætluðu að fylgja, fóru frá Hvíta-Rússlandi og ætluðu að taka Kív og skipta þar stjórn og þar með var þetta var aðgerðin lokið, sko. En það tókst ekki þannig að mann sjá alveg, sko, hvar fyrirmyndi liggur, sko, í þessu og en þeir útskýrða þetta sjálfur náttúrulega bara einfallega þannig að þetta voru viðbrögð þeirra við varnarbandalaginu NATO og útþenslu þess til austurs og þeir vildu hafa Úkraínu sem skjöld þarna milli og þegar að Úkraína var komin með stjórn sem að stemdi mjög markvist af því að komast inn í Evrópubandalagið og NATO þá sögðu svona upp úr, sko. En svo var það líka að Zelenski, hann var mjög óvinsæll forseti fyrir innrásina. Já, hann ætlaði ekki búin að sanna sig neitt, sko. Nei, sko. Þetta var nú svona bara grínleikari, sko, ekki tekinn alvarlega kannski. Nei, alls ekki. Það var þeirra Jón Gnarr. Já, Jón Gnarr fór í heimsókn til hans. Hann bauð honum, sko, því að bestiflokkur var fyrirmynd. Já. En það er annar mál, sko. Já, þetta er gríðarlega flókið, eins og ég segi, það er bara hernaðarhyggjan sem sko keyrir allt áfram, en sko, mig langar svona að sjá, sko, bara fólk rísa upp gegn þessu, bara hingað og ekki lengra. Já, það er nú fólk sem er þá verður fólk að geta að tala saman. Jú, það er alltaf verið að mótmæla Gaza, það er talsverð umræða á þessar sjónvarpsstöð til dæmis ástandi þar sem er hryllilegt og svo finnst mér eins og ég sagði að einhverjir mennski að groppast það þeir alltaf búa til einhvern sælureit fyrir sig á þessum blóðvelli, sko. Þetta er alveg bara viðbjóðslu hugsun. En svo er, sko, verið að refsa háskólum í Bandaríkjónum fyrir það að þeir verja ekki nemendur að gyðingaættum og það var verið að segja mér það að í háskólum í Chicago, þeir eru nú kannski fleiri en einn, að það er bara ekki búið að gera skyldu að taka kurs í gyðingafræðum ég veit ekki hvað þetta er kallað, sko. Sögur gyðingdómsins. Eitt er nú að sko ég vona að lesi Stefán Zweig þá veröld sem að verði skildulesning sem er nú þetta er allt mjög einkennilegt. Svo stóð í Morgunblaðinu í gær, held ég, að Hver les Morgunblaðið? Ég? Já. Nei, hlutaði, ég er svona kaupið að rafrænt. En það er að þá
auðvitað það er svona mín í hestuð á Íslandi, á Miðnesheiði, og nú fyrir enginn í Keflavíkurgöngu, sagði Mokkinn, sko. Nei, það Áttu minn, segðu okkur frá því. Reynslubolti í Keflavíkurgöngu. Já, ég er reynslubolti í því. Ég hef skipulagt nokkrar. En ástæðan er kannski margþætt, en aðalega var náttúrulega svo að herinn fór fyrir rest og menn hafa sem sagt síðan síðan hefur náttúrulega komið þarna inn lið í kringum flugmálin aðalega, en það er allt annars eðlis, það er ekki setulið á sama hátt eins og hitt var. Nei. Og þannig, en já, það situr mjög stutt, en það er sem sagt mikil velta í mannskapnum. Svona róterík. Alltaf sami fjöldi miskusti til staðar. Já, en það er náttúrulega miklu færra heldur en var, sko. Það er nú kannski svona svo ég skýri þetta að hverju er ekki Keflavíkurgöngur. En það geti vel verið að þeirra tími sé alls ekkert liðinn. Og það sem að núna menn hafa nú talað það að herstöðarsamningurinn sem að opinberlega heitir varnarsamningur við Bandaríkin. Herstöðarsamningur, hann er ennþá í gildi og þá nú er að spyrja í þetta útvarpinu hvort að það væri möguleiki á því að Bandaríkin myndi senda inn bara lið eins og hér var gert 1951 og forsvarsmenn utanríkisráðuneytisins sem sögðu að það geti ekki gerst. Þetta er nú Þórdís Kolbrúni, Þórdís Kolbrúni, já, mitt. Samkvæmt samningnum, sko, þá á það ekki að gera þetta. Hver treystir því? En það var bara nákvæmlega það sem gerðist samt, sko. 1951, þegar herinn kom upphaflega, að það var, Íslendingar voru ekkert spurður það. Það var allt í nú var komið 20.000 manna lið sem var flutt inn yfir á nokkura vikna tímabili eða mánaða tímabili og svo var bara Alþingi látið samþykkja það eftir á að þetta lið kæmi og meðan að þessi samningur er í gildi þá geti þetta alveg gerst. Mörður Árnason var við rauðaborðin daginn og héldi einmitt var mannsvæðsverð nýbúin að lesa hann varnarsamning gamla og hann væri fyrst og fremst herstöðina. Og hann rétt Bandaríkjamanna til að vera hér. Gengur allt út að rétt Bandaríkjamanna. Höfðu þeir sér alltaf þannig hér að þeir fóru sínu fram meira að minna og svo þegar að þeir þurfti ekki lengur að þessari herstöð að halda að þá bara yfirgáðu þeir og með mikið ramakvein íslenskra herstöða sinna Davíð og Halldór Ásgrímsson, þeir eiginlega fórnuðu ærunni fyrir það að reyna að hanga á hernum og það voru þetta hermángshagsmunir sem þar voru á ferðinni en það sem var það hrapallega við þegar herinn fór, það var það að samningnum skildi ekki bara vera sagt upp í framhaldinu eins og reyndar Íslendingar höfðu hótað eða Davíð höfðu reyndar hótað að gera en það var aldrei annað en innantóm orð í sjálfu sér og þetta gæti alveg maður sér alveg fyrir sér að þetta gæti endurtekið sig að Bandaríkjamenn ákveða það bara nú sé þannig ástand að það þurfi að manna þessa herstöð og senda 20.000 manna lið samningurinn hann kemur ekki hann einmitt gerir það en það fært að gera það fullu gildi. Það var fyrir viku sem að Mörður Árnason sagði í þessum þætti. Ég tók eftir sig datt inn á einmitt þennan þátt og þetta fannst mér mjög athyglisverð lýsing hjá honum á þessum varnarsamningi. En svo heima að þá er hvorutökja, það er nýr meirihluti í borginni og nýr ríkisstjórn og hvað finnst ykkur? Er svona einhver friður í pólitíkinni eftir þetta? Mér finnst nú eiginlega hlægilegast og skemmtilegast að fylgjast með stjórnarandstöðinni á Alþingi vegna þess að þessi stjórnarandstöð sem núna er eingöngu skipuð flokkum, reynda bara 2 eða 3 flokkum sem áður stærsti flokkarnir voru í ríkisstjórn meira og minna frá 2013
og þeir láta öllum illum látum út af málum sem nýja ríkisstjórnin sem búin að vera í nokkra vikur að fara að framkvæma því sem að þeir heiktust á sjálfir og þeir eru að skamma nýju ríkisstjórnina fyrir mál að hún skulle ekki vera búin að gera eitthvað á þessu nokkru vikum sem þeir gerðu ekki á 10-12 árum. Það mjög kostulegt og núna bara síðast Ingibjörg Ísaksen hún ekki þingflokksformaður Framsóknar og svona vonastjarna þeirra að hún var að skamma Ásthildi Lóu barnamálaráðherra sem tók við af Ásmundi Einari Framsóknarmanni sem heiktist á að bjarga þessum ungmennum sem að fara sér að voða í samfélaginu og setti mér svo svið bara einhvern fáránlegan gjörning fyrir kosningar og þetta allt búið að vera í panginu og Framsóknarmönnum meira og minna síðustu árin og þá rís núna Ingibjörg Ísaksen upp og skammar Ásthildi Lóu sem ný barnamálaráðherra fyrir að sé ekki löngu búið að gera þetta. En það náttúrulega neyðar. Í stað fyrir að horfa í eigin barm og halda kannski bara ræðu og biðja þjóðina afsökunar að hafa ekki gert þetta. En þetta náttúrulega verið að setja fárveik börn í fangaklefa. Þetta hæðilegt. Og þetta átti fyrir löngu að vera búið að laga. Já, ég skýr þetta, ég hef ekki kynnt fyrir þessi mál sérstaklega, en mann finnst þetta mjög einkennilegt að núna þessi umræða til dæmis þetta heimili í Skagafirði. Þar eru þeir með fína aðstöðu og reynslu og allt sem þarf. En af því að það of langt að fara sem ég var erfitt með að sjá að geti verið mikið vandamál að þá vilja mann frekar kasta börnunum inn í tuktursklefa í gluggalausan og með glæpamenn í næsta Þetta ekki eins og búið til rúmhandaðin þeir sofa hann á steininu bara með örþunadínu bara eins og einhverjum sem eru teknísk bara til að vera eina nótt eða til að svo úsir eða eitthvað Þetta auðvitað alveg hræðilegt en það auðvitað það þarf auðvitað tíma til þess að opna svona heimili upp á nýtt líka á starfsfólki sem til spænt að vinna það bara því miður þannig að sum þessara barna eru bara í svo alvarlegu ástandi að það bara geta flutti á ráða hvern sem til að starfa á svona heimili það þarf að vera mjög en auðvitað ég þekki þetta heldur ekki en þetta svo merkilegt því að ég hef stundu verið að fjalla barnæskuna sem að var fyrir nokkuð löngu síðan á 7. og 7. áratugnum og þá rifjast upp saga að því að við verið að fjalla þá vöggustofur sem þá voru en þá kom upp úr umræðu sem að varð vöggustofuna þá opnuðust þessi barnafangelsi sem var Elliðavogi. Það voru börn tekin af maður sínum og beinlínis stungið í fangaklefa og það var með vilja gert, það var ekki neyðarúrræði, það fyrst ekki annað. Lögreglan fór og náði í ógnýtta stráka og jafnvel yngri börn af heimilum fólk sem átti í vandræðum og setti þau beinlínis í fangaklefa eins og það var með vilja gert og mér finnst stundum þegar ég heyri fréttirnar í dag það er komin 2025 að það sé ennþá verið að setja börn í fangelsi finnst mér alveg með ólíkindum að við séum ekki komin lengra að þetta sé bara leyfilegt. En ég vil minna á það að Evrópuráðið og þeir sem hafa svona eftirlit með ýmsum mannréttindasáttmálum árum saman gert athugasemdir í áratugi við ástand fangelsismála án þess að það hafi verið brugðið við þangað til kom lágsins fangelsi á Hólmsheiði sem að náttúrulega duga nú ekki til en auðvitað viljum við líka að það sé beitt öðrum úrræðum og þetta er náttúrulega málaflokkur sem við þurfum að fara djúpt ofan í og rannsaka hvað er í gangi og það líka tölum bara förum frá börnunum og yfir bara í málefni fanga þá er þetta eilíða verkefni það er að fangelsisvist sé betrun en ekki að hún verði til skada þannig að við fáum verri einstaklinga út úr fangelsunum heldur fór inn í þau Ungir strákar sem hafa brotið að sér sem eru komin á þann aldur og þau fara á Litla-Hraun
að þá kannski hafa gert eitthvað, stólið ykkur gert eitthvað, smiklaði á dópið eða eitthvað, að þá fara þeir inn í þennan harða heim, sko, sem í fangelsinu. Já. Það er bara hver að bjarga sér. Og koma fórhertari út. Já, koma fórhertari út og þeir eru búin að hlusta á gömlu gæjana, sko, sem að... Maður vill þessu betrunar hús en ekki í fangelsinu. Já, þessi umræða hefur enda verið í gangi sko í ára 10. Já, það er að versta sko. Það er menn á samanstá. Það er svona tókjölda litla dæmi Elliðahvamm, þar sem að börnin voru í fangelsi, að við erum þar ennþá. Við erum ennþá stödd á þeim stað. Þetta er tregða til þess að horfast í augu við sko, samfélagið og breytingar og hinnar sko, neikvæðu hliðar. En við langar aðeins að bakka, sko, þú varst að spyrja sko, varðandi bæði sko, ríkisstjórnina og borgarstjórnina, sko, að sko, þetta er náttúrulega hvorum tveggja svona nýtt á nálinni og auðvitað þarf fólk svolítið tíma sko, til þess að bara að átta sig og læra aðeins á kerfið og setja í gang alls konar vinnu og við vitum eins og í borgarstjórn að það er náttúrulega mjög stuttur tími til næstu kostninga og hvers er þá að vænta sko af Ég satt svolítið merkilega fund í gær sem að var niður í Ráðhúsi að því ég verið í öldungaráði fulltrúið þar hagsmunasamtaka eldra fólks og það hefur verið áhugavert að vera þar en nú hefur verið að stokka upp í þessum ráðum. Þetta er lögbundið ráð þannig að það heldur áfram en sett undir mannréttinda ráð sem er miklu öflugra heldur en öldungaráði var eitt og sér. Þannig að nú sátum við í gær þessi fulltrúar í öldungaráði með miklu stærri hóp af þungavíkta pólitíkusum í borginni sem er það með okkur í þessu ráði þannig að allt sem við höfum að segja öldungaráði núna fer beint til þeirra sem eru aðalborgarfulltrúar sitja í borgarráði og helstu áhrifa batteríum innan borgarinnar. Það vantaði áður þannig að þessi tímisbreyting mér líst mjög vel á hana eins og maður kynnt í gær því að þarna eru svona 3 hagsmunahópar það eru fjölmenningarsamfélagi sem á þarna sér ráð og síðan fatlaðir og svo aldraðir og núna fara þessir hópar allir undir þessa sama ráð og það er ákveðin skörun. Það eru aðgengismál fatlara skipta líka marga eldriborgarmáli og það er að fjölga í hópi eldriborgara sem eru af öðrum uppruna og eru fluttið til landsins. Og það kemur fjölmenningaráðið inn í og það með því að geta byggt brýr á milli þessara ráða og byggt inn í bara skýrgöng inn í aðal stjórnkerfið hjá borginni bindi mikla vonir við. Þetta eru breytingar og þegar var verið að kynna þetta í gær á þessu fundi þá sá maður alveg að meiri hluti átti alveg svona því að fá yfir sig einhverja gusu að því þetta eru breytingar. En ég er nú svo breytingaglaður maður og mér er svo gaman að breytingum og þurfa að hugsa upp á nýtt og öðruvísi og nýjan hátta. Mér fannst þetta bara skemmtilega áskorun og sá möguleikana í því. Og ef að þetta tekst, þessi tilraun sem þarna er verið að gera, þá er þetta til bóta, vonandi. Og ég er nú svo bjartsýnn að ég er alltaf að vona að þegar að fólk hugsar upp nýja leiðir og aðferðir að þá sé eitthvað jafnvel til bóta og taka freka þann pólinn í hæðina heldur en að fara í vörn og segja allt var betri í gamla daga. Því að ég átti svo vonda fortíð að mér fannst eiginlega að flest allt verra í gamla daga heldur en í dag. En ég veit ekki hvað framtíðin byrja skautið sér með við Trump. Nei. Nú hef ég lokið ræðu minni. Já. Það nú, ég held að við séum nú svo að við erum komin í einn hring einhvern með það sem við ætlum að tala. Ég er samt svolítið með þetta sko þessa herrvæðingu. Ég held að, er það ekki þannig? Ef einn herrvæðist, þá verður næsta að gera það líka. Jú, það er bara það sem gerist sko. Já, það sem gerist sko. Og þessi herrvæðist, og síðan þegar menn eru komin í þessar blokkir sko, þá þagna sko, þá er sá herskáastið sem að hefur gjarnan sko ræður stefnunni
ferðinni. Og og það eru, já, og við sjáum núna allir þessa þróun sem hefur orðið í Evrópu, að eftir að Svíar og Finnar fóru inn í NATO, og þá eiginlega, sko, þá mistu þeir í leiðinni svona rödd sína á alþjóðavettvangi. Sem hlutlausu þjóðurnar. Já, sem hlutlausu þjóðurnar, og sérstaklega Svíar, þeir höfðu veruleg áhrif svona á heimspolítíkina, svona hugsunarháttinn, með því að vera hlutlausir og standa upp í hárinu á stórveldunum og láta sína rödd hljóma, og þannig að Ólafur Palmi var svona þekktasti fulltrúi Svía á þessum vettvangi. En núna þegar þeir eru komnir inn í NATO, þá hefur þessi rödd algjörlega þagnað, sko. Það er að mist hljóðunemann. Já. Og enginn tekið við hljóðunemannum. Nei. Hljóðuneminn hefur verið slögt á honum. Já, það er hérna... friðarraddirnar eru bara engar. Nei, núna það eru... Þeir sem að reyna að vinna. Þessi lönd sem eru þó hlutlaus, eins og Sviss og Írar kannski, og Austurríkismenn, að þeirra pólitík virðist vera það að bara hafa hluttu. Já. Og láta ekki mikið að sig kveða í þessum efnum. Kristín, þú ert eina konan við borðið, og við erum búin að vera að tala kvennamálefni. Þú verður að vera rödd kvenna hér og tala á við okkur alla. Ég held ég hana bara að tala heilmikið. Við náum því, En mér langar að rifja það upp, það er mjög merkilegt, sko, að í fyrri heimsstyrjöldinni, að þá gerðist það að árið 1915, að það var boðað til mikillar kvenna friðarráðstefnu í Haag í Hollandi, þar sem hittist mjög stór hópur kvenna, og þar voru samþykktar tillögur, og síðan var skipt svona í hópa, það voru hópar sem fóru til, sko, stríðslandana, Þýskalands, Austurríkis, Bretlands, Fraklands, og Ítalíu og Serbíu og töluðu við stjórnvöld með að vísu, og sumar þeirra, sko, gátu átt á hættu að verða ákærða fyrir landráð, en tóku nú þá áhættu. En það var nú lítið hlusta, en þessar tillögur reyndar skiluðu sér svo að einhver leyti inn í Versala samningana. Woodrow Wilson tók eitthvað upp að þessu. Það var náttúrulega með þjóðabandalagið, og þetta búið til vettvanga sem fólk gæti talað saman. En svo stöndum við bara frammi fyrir því núna að þessi vettvangur, náttúrulega sem tók, svo náttúrulega hunsuðu með þjóðabandalagið, alveg vilt og galið, Ítalir og Þjóðverjar, og þar með var það náttúrulega úr sögunni. Svo taka mér upp þráðum með Sameinuðu þjóðunum, og nú er bara verið að rústa þeim. Og ekkert vald. En bara því svo forvitin, þetta var svo dramatístur og sagði þér að það áttu jafnvel yfir höfðu sér ákærum landráð. Varð eitthvað fyrir því? Nei. Það er sluppu. En hótunin lá í loftinu. Já. Sem hótanir eru sterkari. Við erum búin að sitja á okkur tíman okkar hérna. Það er ekkert annað. Þetta er bara búið að sinni. Við minnum á að þessi þáttur var tekin upp á miðjum degi, miðvikudaginn 12. mars 2025. Allt sem sagt var hér gæti verið orðið úrælt, áhorfandi góður eða hlustandi þegar þú sérstaklega vegna yfirvaldana í Bandaríkjunum. En það er Viðar, Árni og Kristín, ég þakka fyrir að vera með mér. Já, takk. Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.